á ferðalagi. COVID-19 alheimsfaraldurinn hefur sannarlega sett strik í reikningin fyrir komandi ferðasumar. Framundan eru ferðalög innanlands og þá vakna spurningar eins og hvert skal haldið, hvar er hægt að gista og hvað þjónusta er í boði. Gísli og Árný reka Hótel Tanga á Vopnafirði. Við sendum 10 dropa í bollan og fáum að heyra hvernig ferðasumarið lítur út frá þeirra sjónarhorni. Það lá fyrir í vor hjá okkur að við værum að sjá svona, við vorum í nokkuð samfærum að við varum að fá okkar besta sumar. Það var ekkert amál með það, við vorum búin að góða bókanir fyrir sumarið og svo kom COVID og samkomubann og 4 mánuðir út. 4 mánuðir út á 3 dögum. Það var að skemmst frá því að segja. En það er aðeins byrjað að bóka Íslendingum og við vonum að þeir komi bara sterkir inn. Og sjáu þið fram á það í sumar? Við erum að vona það. Já, það er... Og það bara, við trúum því að við ætlum að vera með rosalega gott sumar hérna. Og hvað heldur að dragi Íslendingarna svona hingað á Vopnafjörð? Því ég held að bara, já, og ég held að sé fullt af fólki sem hefur bara ekki komið á Austurland og nú er tækifærið. Af því það er fyrir það að koma hingað. Norðausturhornið er náttúrulega talsvert mikið eftir. Langanes og það er mjög stutt héðan og Langanes. Við höfum fengið gegnum árin talsvert af Íslendingum sem hafa komið og gist hérna hjá okkur og keyrt bara norður á Langanes til þess að taka göngur þar. Síðan erum við með Hellisheiði sem er náttúrulega alveg frábær vegur og frábært umhverfi. Og góðum dögum og góðu veðri er og við höfum fengið hópa sem að hafa bara komið sérstaklega til landsins til þess að fara yfir Hellisheiði til dæmis mótorhjólahópa. Það er bara einfaldlega þannig og það er bara... Svo er Dettifoss, það er stutt í Dettifoss. Það er og svo er bara fullt af gönguleiðum hér sem er hægt að skoða og bara, já, fullt. Það er margt að skoða Vopnafirði. Og hvernig er þetta svona með hótelin? Haldið að fólk sé að fara að nýta sér það? Já, ég held það. Ég held það. Það er búið að lækka verðið og menn hafa verið að svona endurskoða eitt og annað. Fólk er farið að vera, þetta er orðið svona, ég held að sé svona meira, verður svona meira barnvænt, öll hótel. Það verið tekið á móti, við erum til dæmis búin að gera alls konar bara ráðstafanir og bara bæta við ef fólk vil koma og eru með börn þá reynum við bara finna lausnir á því með herbygginn og til þess að koma fólki með og við höfum reynt það. Við ætlum okkur að bjóða upp á, það er mjög stutt hérna nýr á höfnina og þegar makrílvertíðinni byrjuð þá er mjög góð veiði hérna á bryggjunni og við ætlum að vera með veiðistangir. Bjóða fólkinu bara nýra. Fólki bara að fá lánaði veiðistangir og annað. Við erum búin að tala við björgunarsveitina og þeir segja að fólki megi fá björgunarvestið þarna nýra og það er svona sem þeir eru með. Þannig það er ýmislegt sem er að skoða. Það er svona verið að byrja að vinna. Þetta verður öðruvísi samt. Já, við vitum ekki alveg hvernig þetta verður en við erum að reyna og ég held að við verðum að gera hóteli meira svona fjölskylduvænni. Hvernig er þetta svona með samstöðu ferðaþjónustaðalega? Við höfum undanfarna miðvikudaga setið í gegnum fjarfundabúnað fundi sem að fundarherferð sem að Austurbrú stendur fyrir. Heitir upp úr kófinu eða út úr kófinu og það er ljóst að þeir eru að vinna gott verk og ég held að það mjög lærdómsríkt. Og hvað er staðan? Staðan er náttúrulega bara að vera að reyna að koma þá bara Íslendingunum og það þarf að finna lausnir á svo mörgu með tjaldstæðin, aðstöðu merkingar sótthreinsanir út í eitt og þú þarft að fara að setja aðeins meiri svona eða merkingar það hvernig fólk eigi að haga sér hérna og svona þannig að tjaldstæðin það er verið að setja niður staur og merkja það skipta upp í hólf hvað með að vera margir og þetta er bara, já, það er svona hellingur við höfum eftir að læra alveg hellingar við höfum að læra hellingar já, ok við sjáum bæði jákvætt og neikvætt við já, svo held ég að þetta verði bara svona þetta bara sé komið til að vera já, allavega held ég að skiptingarnar eins og tjaldstæðum annað því að sko staðreyndin er svo
að 4 metra reglan bruna regla líka á tjaldstæðum. Fólk hefur ekkert virt það, við höfum hrúað inn á tjaldstæðin, kannski haugum af húsbílum og öðru. Af því að vinirnir eru að koma saman og eru allir í hring, sko. Þetta stór hættulegt. Þannig að þessi regla í raun og veru var í gildi varðandi brunavarnir og annað. Svo held ég bara að þessi spritt og allt þetta sé bara komið til að vera á öllum hótelum, inn á klósettum og merkingar og allt þetta. Einmitt líka bara þvo sér hendurnar og taka C-vítamín, sko. Ég held það. Ég held það sjálfur.